Þá ætla ég að fara yfir matslistan fyrir 3. kaflan úr bókinni Eðlisfræði 1 en hann fjallar varma og veður. Við þurfum að geta útskýrt massa og eðlismassa. Massi er mælikvarði á efnismagn en eðlismassi á þéttleika hlutar. Við mælum massa í kílóum en eðlismassa í reiknum hann massi deilt með rúmmáli, þannig við fáum massaeiningu deilt með rúmmálseiningu. Til dæmis grömm á rúmsentimeter. Hlutir fljóta í vökva ef eðlismassi hlutarins er minni en eðlismassi vökvans og hlutir sökkva ef eðlismassi hlutarins er meiri en vökvans. Þekki og get útskýrt varma, hitaþenslu og varmaflutning. Varmi er ekki það sama og hiti þó þetta tengist vissulega því að varmi er orka bundin í formi hita. Ef ég er með kakóbolla og sundlaug, 40 gráðu heitt vatn í báðu, þá er þetta sama hitastigið en það er meiri varmi í sundlauginni af því að það er meiri orka. Það fór meiri orka í hita vatnið upp í 40 gráður. Ef ég ætla að hita það upp í 60 gráður, þá þyrfti ég aftur miklu meiri orku til þess að hita vatnið í sundlauginni úr 40 gráðum upp í 60 heldur en í kakóbollanum. Hitaþensla, allir hlutir þenjast út í hita. Brýr eru byggðar þannig að ef hérna veri einhvers konar gil á hérna, þá væri brú byggð þannig að það væri steyptur pallur hérna og svo liggur brúin annarkvort báðum megin eða öðrum megin á, þannig að hún geti hreyfst pínulítið. Bæði virkar þetta í jarðskjálftum og svo þarf brúin geta þanist út þegar það hitnar eða dreigir saman þegar það kólnar og hún þar myndi brotna ef þetta væri ekki svona. Þetta er líka gert í rafmagnslínum og fullt af hlutum. Gert ráð fyrir hitaþenslu. Varmaflutningur er þrenns konar. Það er varmaleiðing sem eru föstuefni. Það er varmaburður sem eru vökvi pluss lofttegundir og geislun sem fer í gegnum tómarúm. Hlutir leiða varma áfram sumir betur en aðrir. Málmar til dæmis leiða varma vel, tré og plast leiðir varma illa. Þar erum við að tala varma leiðingu. Vökvar eins og vatn leiða varma ágætlega en loft leiðir varma almennt illa. Við nýtum okkur það til dæmis í tvöföldu gleri, þá er það loftlægð á milli glerjana sem einangrar. Þykk peysa í hlýrri af því hún inniheldur meira loft. Lofti hleypir ekki hitanum sem við búum til í burtu, þess vegna er okkur hlýtt. Geti útskýrt hæðir og lægðir, skil, úrkomu og veður. Þetta er eiginlega bara sér myndband sem heitir Hvernig á að lesa veðurkort. Ég mæli með því bara skoðið það myndband. Og geti lesið útskýrt veðurkort, það er það sama. Varmaorka er svolítið það sem að ég var búin að vera að útskýra. Það er að segja varmi er ein mynd orkunar. Við getum ekki eitt orku, við getum ekki búið til orku úr ekki neinu. En við getum breytt orku úr einu formi yfir í annað. Ég get til dæmis tekið raforku og breytt yfir í varmaorku. Þetta gerist til dæmis bara í hraðsögukatli eða samlokugrilli. Það er líka hægt að breyta varmaorku í eitthvað annað. En orka getur bara breytt form, hún eyðist aldrei og hún verður aldrei búin til úr engu. Við erum alltaf að breyta úr einu formi yfir í annað.